Alla mannkynssöguna hefur þjóðfélögin öll fylgt ákveðinni stefnu sem byggir á kynslóðasamningi. Það felst í grunninn í því að móðurinn eða faðirinn horfir í augun á barninu sínu og segir: ég skal gefa þér að borða og ég skal annast þig og ég skal sýna þér umhyggju og koma þér til manns ef þú lofar að gera það sama því ég er orðinn gamall og örvasa og láta mig þá fá peninga og svo framvegis. Lengi vel var þetta gert innan fjölskyldunar, innan stórfjölskyldunar, þar sem að afi og amma og lúin vinnuhjú fengu stað á bak við eldstólana eða eitthvað slíkt síðustu æviárum þegar vinnuþreki hvarf. Þessi kynslóðasamningur hann riðlaðist í iðnbyltingunni þegar að fjölskyldunar tvístruðust, hlutafinn fóru af landinu inn í borgirnar og unga fólki gat ekki lengur séð gamla fólkinu farborða innan heimilisins. Þá var farið að byggja upp lífeyrissjóðakerfi og eftirlaunakerfi og merkilega nokk það var að Bismarck sem stóð fyrir því. Og lífeyrissjóðakerfið er svar okkar við þessu og framfærsluskylda sveitarfélagana er svar okkar við þessum vanda, hvernig leysum við kynslóðavandamálið. Og þessum svo komið í dag að það eru lífeyrissjóðir, tryggingastofnun, það sem ríkið greiðir og sveitarfélögin sem sjá framfærslu þeirra sem að þurfa á henni að halda, aldraðra og öryrkja og annarra sem ekki geta unnið og meiri sé búið að taka yfir hlutverk fjölskyldunar og ég nefni íslenska orðið fjölskylda mjög skemmtilegt, það heitir fjölskylda, mjög víðtæk skylda sem að menn átta sig ekki alltaf á. En það er búið að taka þessi verkefni frá fjölskyldunum og flytja til lífeyrissjóða sem menn borga eru skylda til að ríki skylda menn til að borga inn í, skyldusparnaður og skyldutrygging. Og síðan er það tryggingastofnun þar sem greiddur lífeyri til þeirra sem ekki eru í lífeyrissjóði, var að hugsa þannig fyrst og fremst. Og að síðustu erum við svo með sveitarfélögin sem að taka þá sem að falla í gegnum þessi net og eru með síðasta neti til að halda mönnum uppi. Þetta er framkvæmdin á kynslóðasamningnum. Og nú spyrja sumir, býtum við sérstaklega miklu frjálshyggjumenn, til hvers þurfum við velferðarkerfi? Og það er dálítið athyglisvert. Ef við hugsum okkur að væri ekkert velferðarkerfi, engin uppsagnarfrestur og engin lög eða reglur vinnuaðstöðu og vinnuaðbúnað, þá myndi fólk vinna allt öðruvísi. Það myndi vinna í miklu minna óöryggi. Það myndi allir vera að spekula í býtu, ef við verið sagt í kvöld, hvað ger ég þá? Og menn get ekki helgað sig í vinnunni eins mikið eins og ella. Þess vegna fullir ég það að gott velferðarkerfi bætir stöðu einstaklingsins og eykur frelsi hans til þess að stunda vinnu. Þetta er dálítið merkilegt og ég er ekki viss að margir frjálslyndir menn hafi hugsað velferðarkerfi sem slíkt. En það er vissulega þannig að velferðarkerfið hefur mjög mikið hlutverk í lífi hvers einstaklings, en það er okkar verkefni að sjá til þess að það sé skilvirkt og virki almennilega og sé ódýrt.